Komið sælir aftur, kæru sportdrekar. Myndavélin slökkt á sér. Líklega ekki verið meira pláss á disknum fyrir geymslu, þannig ég þurfti aðeins að græja það, stróka út og svona. En ég biðst velvirðingar á þessu. Við vorum í miðju kafi með blómálfinn. Blómálfurinn ykkar, kæru sportdrekar, spurningin hverjum þarf ég að fyrirgefa og hverjum þurfið þið að fyrirgefa, sportdrekar góðir. Leið og þú sleppir gamalli reiði eða gremju, þá munu óskir þínar rætast. Það eru skilaboðin með blómálfaspilinu ykkar. Í langflestum tilvikum, þegar við spyrjum okkur sjálf þessar spurningar, hverjum þarf ég að fyrirgefa, þá er svarið ég sjálf eða ég sjálfur. Ég þarf að fyrirgefa mér sjálfum. Þið þurfið að fyrirgefa ykkur ef þið vill ekki alltaf vera til staðar fyrir ykkur sjálf í fortíðinni. En þið eru meðvituð um það núna og ætlið að breyta því. Júní verður mánuðurinn sem gefur ykkur tækifæri til þess. Kannski hafið þið ekki alltaf staðið með ykkur þegar þið áttu að gera það. Fyrirgefið ykkur fyrir það. Klappið ykkur á bakið og talið við ykkur sjálf, alveg eins og þið myndu tala við barn sem þið væruð að hugga og fyrirgefa. Og segið bara ég vissi ekki betur, ég fyrirgef sjálfum mér, ég gerði mitt besta og ég ætla að reyna allt sem ég get til að gera betur næst ef aðstæðurnar koma aftur upp. Og bara ég frábær manneskja. Við erum mannleg og við erum allt og gjörn á að rakka okkur sjálf niður og gera lítið úr því þó að við bregðumst ekki alltaf 100% rétt við öllu. Þannig að júní er mánuður fyrirgefningar fyrir ykkur, kæru sportdrekar. Þetta er rosalega sterk og flott spil sem þið fáið og það er svona pínubland í poka hérna. Það eru mikla breytingar. Það eru svona skýr og svolítið óvægin skilaboð sem kannski þið þurfið að koma á framfæri eða einhver kemur á framfæri við ykkur. Það er tenging á milli tveggja einstaklinga, ást, vinátta, starf. Síðan eru miklar andstæður sem gæti líka komið í ljós varðandi eitthvað annað heldur en endilega fólk, en í þessu tilviki finnst mér það svolítið benda til þess að þetta séu manneskjur sem eru mjög ólíkar. Og svo er það þetta óöryggi með ykkur sjálf, fórnin og upprisan. Ekki gleyma því. Einblínið á það. Fyrirgefið sjálfum ykkur og rísiði upp. Síðasta spilið sem þið fáið, það er úr þessum skemmtilega stokki, uppreisnar stokknum, The Rebel Deck. Það eru blótsyrði í honum. Hann er á ensku, ég reyni nú að þýða svona þegar ég get. Ef þið eru mjög viðkvæm fyrir blótsyrðum þá bara slökkuð þið núna. Já, ok. Skulum byrja á þessu jákvæða. Þú ert það besta í þínu lífi og síðan því sný spilinu við til helf með þau eða þá. Fuck them. Svo mörg voru þau orð. Ég held að júní verði mjög góður, fallegur mánuður í lífi ykkar, kæru sportdrekar. Það er alveg verkefni fyrir ykkur framundan, það er alveg nokkuð ljóst. Að reyna að njóta sumarsins engu að síður. Þá ætla ég að þakka fyrir mig og senda ykkur ljós og kærleika.